too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Rekus á Íslandi. Rekus leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, stór sem smá. Rekus með 15 starfstöðar á Íslandi og rúmlega 7000 stöðum í 900 borgum og 850 flugvöllum út allan heim. Allt sveigina lausnir og þjónustu Rekus á rekus.is. Spólgröðu hlustendur, þetta hlaðvarpið 2 á toppnum, þáttur #138 og hann verður aðalega helgaður hinum funheitu þáttum Heated Rivalry og til þess að reyna að ná utan þetta allt saman og vonandi fá skýringar á gríðarlegum vinsældum þessa samkynhneigða hockeydrama höfum við kallað til sjálfa DJ Dóru Júlíu. Vá, geggjað að vera hérna með ykkur. Það frábært að fá þetta. Og ekki í fyrsta skipti. Nei. Ég held á sér að koma í 3. skipti. Það satt. Það ekki það? Það bara alltaf jafn mikill heiður að fá kominga og sérstaklega ég ger ekki annað en að reyna að tala Heated Rivalry þannig að það bara mikill heiður að vera hérna. Þú ert mikill aðdáandi. Já, sko, ég sá eitthvað á Instagram, það var eitthvað svona þú getur ekki átt Heated Rivalry en Heated Rivalry á þig. Þannig að þú veist, þetta svona að það tekur yfir hjá ótrúlega mörgum og það eru margir í þessu költi með mér að þetta bara einhvern veginn, þetta eru svona þættir sem þeir bara svona sitja í manni og maður verður pínu bara svona, já, ég hef ekki oft séð sjónvarpsefni sem hefur náð mér eins og þessi þættir. Okay. Þetta bara greipti strax. Já, og mér bara svona þykir svo vænt það og ég held líka bara að þú veist, það til dæmis bara einn þáttur sem bara já, hann svo stórkostlegur og sérstaklega, já, þetta bara þetta talar allt svo skemmtilega saman, þetta svo ótrúlega vel uppsettir þættir, þetta svo ótrúlega hrátt líka og það bara eitthvað sem að já, bara, ég held að það bara ótrúlega margt sem spilar saman sem bara segir sex. Áhugavert sko. Já, sko, það best að halda í straxlega að þeir sem sagt eru í 96% á Rotten Tomatoes og 88% í audience. Já. Sem að, mér finnst alveg magnags að ég ætla að kynna þetta eins sem þannig að óhætt verið að segja að þetta séu leiðilegust og mest óinteressant þættir sem nokkur sem hafa verið teknir fyrir í þessum podcast-þætti. Já, ég var ég nokkuð að varpa sprengju? Þú fer ekki mikinn hljómgrunn. Og að fyndi ég Erst þú búin að sjá þess þætti frá aðtölu? Já, ég er hvað er þetta ekki, 6 þættir? 6 þættir, jú. Já, ég er hálfnaði með 5. Ok. Og ég er búin að beita með hörðu, sko. Já, ég næ engri tengingu við þetta. Já. Og bara, bara 2 gaurar, senda gröð SMS, bara ok. Já. Sko, þú skilur ekki svona complexity líka kannski í því, að þú veist, einmitt, já, þetta er líka svona smá úlinga víbrur yfir þessu náttúrulega. Það er alveg svona Þetta er smá, ég er alls ekki að tala niður til neins með því að segja þetta, því ég fíla þess að þetta er persónulega, ég gripi mig strax og ég sá af hverju þeir voru vinsælir. Mér finnst þessi þætti vera svolítið að þeir byggja bókum, hún er ég man ekki hvað hún heitir, Rachel Reed sem skrifar þetta og þetta byrja sem svona smá svona eins og svona fanfiction. Já. Þannig að mér finnst þetta að vera svolítið svona eins og eðlilegt svona framhald af svona 50 Shades of Grey svona eiginlega. Já. Svona eiginlega nánast. Var einhver að biðja eðlilegt framhald af? Já, ég reyndar, sko þær myndir resonutuð ekki hjá mér. Nei. En ég held líka kannski bara að því að þetta er hinsegin ástarsaga, þetta er eitthvað svolítið svona nýtt og öðruvísi sem við erum að sjá taka svolítið yfir dægumenningu. Þetta er líka bara svona samtal sem að er, þú veist, af hverju eru svona fáir íþróttamenn samkynhneigðir, skilur þú veist, það eru ekki fáir íþróttamenn samkynhneigðir, það eru fáir íþróttamenn sem koma út úr skápnum og þetta er svona, mér finnst þetta bara eiga ótrúlega vel við, þetta er mjög ferskur andblæðir inn í allt sem er í gangi bara í heiminum. Það er rosalegt moment fyrir þess að þetta þeir springa ekki, þeir svona springa út og ég heyrði það bara miklu fyrr ein vinkuna mín, hún var bara búin að horfa á þetta bara eitthvað bara fyrir sko löngu síðan eitthvað í desember, hún sagði bara, heyrðu, þetta verður bara vinsælast, þetta mánuð verður allar að tala um þetta og svo er bara einmitt, þú veist, það eru atvinnumenn í hockey sem hafa komið út í kjölfar þáttana, þú veist, þetta er svona vetrar ólympíuleikarnir í fullum gangi nákvæmlega, þetta er einhvern veginn bara og ég líka er bara smá hockeykona, þú veist, ég er náttúrulega á tengdafjölskyldu í Kanada, fyrir alltaf á hockeyleik þegar ég fer út og það líka, einhvern veginn ofan á allt, það er bara ótrúlega margt þarna sem að
mér finnst áhugavert og líka bara þetta svona einhvern veginn að því að þú veist það svo ótrúlega algengt að kannski fólk segi bara einhvern veginn að þú veist að það kannski trú ekki á eða sens ekki að sé til fordómar og að þú veist það á enginn í vesinu með þetta í dag og þú veist en svo þetta bara svo marglega og það eru svo margar bara hvað segir maður svona margar það íþróttaheimur, það eru svona margir heimar það sem erfitt kannski fyrir fólk að vera það sjálf Íþróttaheimur er náttúrulega rosalegur herinn og íþróttaheimurinn já, nákvæmlega og líka kannski, já, nákvæmlega þannig að þetta alveg, og þetta bara svo finnst mér þetta bara svo sjúklega skemmtilegt mér finnst þetta bara einhvern veginn þú veist, svo líka náttúrulega bara þú veist tónlistin eiga risa moment tónlistin náttúrulega það einhvern veginn það svo margt sem að vinna finnst mér mjög skemmtilega saman en ég skil einhvern veginn líka ég held þetta sé svona annarkvort ertu bara loving it eða þetta ekki fyrir þig Já, sko, ég veit ekki að því svona, ég veit ekki, ég er náttúrulega antisportisti líka sko, og hockey bara, ég veit ekki að tala sér sko, baseball leikarar eða eitthvað sko baseball er ofbúslega leðilegt sport en hockey mjög skemmtilegt ég var aldrei skilja hafnabólta ekki heldur, bara lengsta legendary Simpsons-dóttir og Homer skikkar í 30 daga bindindi og var edru og hafnabólta líka bara I never realized this game was so boring já en þetta sko, já, þetta alveg flotti strákar aðalgæðar heitir sko en ég næ ekki og þetta eru líka margar næ ekki einhvern tilfinningatengingu við það eða svona þetta samband þeirra eitthvað mér finnst einmitt bara, ég hef sjaldan upplifað aðra eins kemistríu á milli karaktera sko það eitthvað svona sem, og maður sér það líka þú veist, leikararnir eru góð þú veist, ég á alveg bara svona mjög erfitt með að þeir séu ekki saman í raun heimum en þetta eitthvað svona kemistríu sem að mér persónulega finnst bara virka ótrúlega vel og það eru aðrar ástasögur sem að mér finnst líka bara einhvern veginn svo einlægar og svo hráar og svo þetta líka það sem þú veist, þetta ekki bara eitthvað svona ómögulegt það alltaf von og þetta líka ný leið til þess að sýna sérstaklega samkynja stráka saman það bara það náttúrulega nýtt í sjónvarpirunni það er ekkert búið að vera mikið að dansa við það sko án þess að þetta sé eitthvað svona kaotískur besti vinur eða allt einhvern veginn í mólum eða hitt og þetta, það bara svona þetta bara tveir ótrúlega successful gæjar og svo vonin með okkur í liði líka sem að mér finnst skemmtilegt ég nefnilega einmitt, af því að svo þegar ég fór einmitt aðeins að spá í þáttunum og það var eitt góðvinnu þáttan sem að honum fannst þessi þættir ekki góðir og sendi mér einhver lista yfir hluti sem honum fannst svo fárlegur, honum fannst ekki nógu vel til hans byggt upp hvernig sko þeir væru svona rivals, þú veist, honum fannst hann ekki sjáð alveg nógu vel og svona þegar ég hugsa það var svona ímislegt kannski einmitt í handriti seríunar sem ok, þú veist, allt í lagi var kannski eitthvað að það getur verið hinum einn og svona og svo framvegis en mér fannst nefnilega líka eins og þú ert að segja Dóra sko, mér fannst ástasagan fljúa sem svona það sem skiptir máli og það voru eins og þú segja kemistría og líka ég að segja, sorry, ég verð bara að fá skjót inn í að það er svo margt þarna sem að einhvern veginn bara eins og þú veist, að elska eitthvað, bara eða vera hugfangin eða heldtekin að ykkurum og það bara einhvern veginn, þú veist það í leini, það gengur ekki þú veist, mér finnst svona einhvern veginn bara maður skynjar angistina og kannski tengir við hana úr bara ein lífi og ég held að sé ótrúlega margir sem einhvern veginn svona finna mér fannst það allavega að skila sér rosa vel til áhorfenda og bara þessi svona hvað ástin oft ótrúlega erfið en samt kannski einhvern veginn þess virði og algjörlega þetta, já og hvað getur verið erfitt einmitt líka bara einhvern veginn að vera sannur sér þetta nær tímni sko alveg með þetta mjög bara, maður sýr bara þetta svo ógeðslega ósangjant af hverju þetta, af hverju þurfa þeir í alvörunni að vera að fela sig sko og pukast með þetta, það náttúrulega það sökkar svo sárt og það annað sem að situr eftir finnst mér eftir að horta á þetta að mér finnst þarna kemur eiginlega ný að mínum að þið ofurstjarna fram á svið þessi gaur lítur að vera heimsfræður eftir sem að leikur rússan Connor Story sem náttúrulega alls ekki rússneskur nei, þú veist það líka hann lærið, ég las að hann hefði lært rússnesku á 2 vikum ok, hann talar þetta mjög vel nei, bara hann ofurstjarna og hann náttúrulega leika á móti líka bara alvöru rússneskum leikurum skiluru og bara gerir það með þú veist pappinn og bróðurinn og svona og gerir það með
bara þvílíkum glæsibrag og þú veist, svo hann náttúrulega bara í einhverju formi sem að ég meina það þarf að tala um hennar rass sko. þetta er ekki hálfgjör vansköpun þessi rass þetta er eitthvað þetta alveg er rosalegasti rass hann er líka, ég er búin að sjá, náttúrulega algoritminn minn er mjög mikið inn á þessa ágætu menn og hann er búin að vera að sína svona ýmsa rassaæfingar tatúlægi að koma upp tatúlægið er, hörru, svo er það náttúrulega ótrúlega fyrir, þú veist, þetta er náttúrulega svo spot on lagaval, ég var að mynda að hugsa þetta á hann bara að fá hérna rússneska sveitsin gaf sig út fyrir að vera hérna tvær hinsegin konur að syngja einhvern veginn að geta ekki verið þær sjálfar en svo er svo ótrúlega fyndið þetta ég hef svolítið verið að ég náttúrulega elskaði tattoo ég var bara á þeim árum og mér fannst það náttúrulega bara ótrúlega heillandi að sjá okkur tvær konur kissast og það maður sá það svo lítið í dægumenningu en svo eru þær náttúrulega bara ekkert eðlilega homofóbískar það er þannig ég alveg já, okay. Og bara alveg svona þær eru rússneskar eru bara þú veist já það er mjög fyndið og svona merkilegt að pæla í þeim út af því að þær eru bara, þú veist, hafa verið bara basically anti-hinseginleiki en á saman tíma voru þær bara svo geðveitt mikill sýnileiki og mikilvægur sýnileiki án þess kannski að hafa ætlað sér það þetta átti náttúrulega bara að vera eitthvað svona sex sells dæmi en ég held að þær hafi bara veitt ótrúlega mörgum stelpum innblástur til þess að koma út og það laga einmitt fullkonum tíma þegar þeir eru báðir einhvern veginn á og svo flott remix þegar það skiptist ég haf aldrei heyrst þetta remix áður með þessum Harrison ekki heldur sko þetta er náttúrulega bara einmitt Tóta var náttúrulega eftir að sjá þetta ekki nei, hann er bara að sjá þetta já, það er fjórðu þáttur, þeir eru á klúbnum en svo er önnur ástarsaga já, ég ætla ekki að taka það að mér af því að það er þarna, þetta er eiginlega mín málsvörn sko, ég var miklu meira strax invested í í Joe and the Juice gæðan sem var að blanda með bananan þeir náðu mér þetta líka, kona mín líka þar fann ég miklu meira einhvern veginn ángistina já, af því að það var einhvern veginn ég held líka bara að það var eins og svona það væri aðeins þroskaðri nálgun þeir eru náttúrulega svo miklir eitthvað svona aðeins meiri gaurar svona buff svona á meðan að hinir eru og þú veist, það er bara einmitt þetta sem að, þú veist þegar hann bara er hreinskilinn við hann og segir, þú veist, bara svona mitt líf þetta er það sem ég hef upp á að bjóða og mér þætti mjög væntum að þú geti verið hlutaði og svo þetta einmitt eins og ótrúlega margir sem eru hinsegin tengja við að kannski einhver sé að fela þig eða þú sért í einhvers konar felum og sé svona eftir henduleika og hérna þú veist, að vera bókstaflega bara heima bak við hérna luktar dyr, skilurðu og svo bara, þú veist, viltu koma í afmæli mitt bara ég geta ekki, þú veist, þetta er svona þetta er nefnilega mjög heartbreaking algjörlega en þú átt kannski eftir að sjá svo þú ætti að sjá eitt bara rosa það er eitt atriði í þessum þáttum sem það er bara þú veist að segja ég verð að klára þetta ég get ekki bara hætt í hálfu fyrta þætti þú verður, fyndi þáttur það er eiginlega mjög erfitt að Tóti sé að taka upp þennan þátt að hafa klárað af því að það eru tvær senur sem koma svona, þú veist, einn kemur í kjölfarið af hinni sem gera þessa þætti og það er í lok 15 þáttur og það eru bara svona, það eru væralsenur sem að maður er búin að vera að sjá á samfélagsmiðlum og það er það sem bara svona, fyrir mér, það gerir þess að þætti og það er líka kannski bara þetta að hafa svolítið svona, það er bara ég er sökkur fyrir voninni já, það væri nú allt ónýtt án hennar sko. hvað hefði við án hennar er þetta svona ógeðslega vinsælt þetta eru sko 6 bækur og 7. bókin á leiðinni sjáu fyrir ykkur að þetta er sem sagt að komið fleiri seríur það er búið að negla næstu og fólk er bara, fólk getur ekki beðið en ég ætla líka bara að segja ykkur það að veist, það er einn sem ég þekki sem er búin að horfa 6 sinnum á þetta og svo sá ég líka það var eitthvað svona tölfræði og ég er með þetta allt saman einmitt á Instagram og þá var eitthvað svona þú veist bara 70% rewatchuðu en hversu margir Dóra heldur að horfa bara á þetta fyrir kynlífssennar örugglega einhverjir að hafa einhvern veginn byrð svona kynlífsinu bara svo ég leiði mér að vera svona barnalegu hafa svona tveir kallmenn nei, það held ég ekki og svo líka náttúrulega bara þykir þetta mjög örvandi hjá, sko, konur eru mjög spenntar fyrir þessu og það er mjög áhugavert líka einhvern veginn, ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona
Þetta bara alvöru Þetta ekki hardcore finnst þið ekki? Fyrir svona bandaríska þætti Já, ég að vera of eitthvað? Afsakið, þetta eru kanadíska þættir Þetta eru kanadíska þættir? Já, þetta er ekki bandaríska þættir, þetta er Kanada En þetta er alveg samt áhersn þetta er konur, þetta er greinlega meiri konuþáttur en kallaþáttur Já, einmitt, nema kannski en það væri líka áhugavert að heyra bara í homma og svona fá nálgun hinsegin manns á þetta Ég á eina vinkonu sem horfði alltaf á hommaklám þegar hún voru að fróa sér Já, einmitt Þetta er eitthvað sem ég hef líka heyrt í kjölfarið af þessum þáttum að þetta er ný territoría fyrir mér en ég ætla bara að hafa það alveg að reyna að ég er ekki að horfa á þetta fyrir kynlífsáttur Nei, nákvæmlega, ég er mig gruna Oddur er að því en mig gruna mjög margir sem ekkert endilega bara en ég held að það sé það sem að fólk segir, þú verður að horfa á þetta, það er bara alveg bara rassari þú verður að sjá þetta En þetta er líka bara svona, það er losti og ást og alls konar Já, einmitt Já, og líka þessi haldi mér slefti mér einmitt sem að einhvern veginn allir hafa þessi tíma á milli þeir hittast á sísonum það er líka svo klikkað og mér finnst það svo skemmtilegt að fylgjast með hvernig þetta bara einhvern veginn svona þetta er 12 ári eða eitthvað Já, þetta myndi mér svolítið á leikriti þarna á sama tíma ári þarna fólk sem var að halda framhjá hittist alltaf einu svona ári á sama hótelinu Má ég lesa gagnrýni hérna að vinna þáttarins sem snýr svona alveg handrit og svona við höfum þetta bara hérna þeir eru andstæðingar en það skapast ekkert tension kringu það er ekkert harkalegt brotavellum enginn sem gerir neinum öðrum neitt það líða 6 ár í fyrstu 2 þáttunum þar sem ekkert gerist í lífi þeirra nema þeir hittast til að kela Holland er líkt til Tiger Woods og Serena Williams sem býr í blokkaríbúð í Montreal eins og atvinnumæður í annarri deildi Svíþjóð það er engin sirkus Þetta er sturluð íbúð Já, ég reyndar skil ekki alveg þennan punkt Hann býr í einhverju insane þetta er einhverju margra $1 million crib Þetta er einhver kvótabarn Það er ekki svona að búa í blokkinu minni í Bólstað Svo er í alveg að búin það er engin sirkus í kringu líðara sem stjörnur í sportinu það er ekkert plotta sem liðsfélagar er að hnýsast enga líðara eða einhverju komast að hvað þeir eru að gera Þetta eru bara talsinnur á milli fjölda innilegra funda þeirra á milli sem allir eins. Þetta eru rúmi 4 tímar á húsmæðraklámi með engri framvindu eða einhver áhugaverð. Okay. Ég sé þarna, ég sé punktana þarna sko. Þetta er í rauninni ígildi rauðu seríunar sem Tóti getur nú útskýrt fyrir hlustendum. Já, ok. Sem hann er áskrifandi á. Þetta er svona alveg, jú, það er alveg, þú getur alveg gagnrýnt þetta svona, já, sko. En þetta er ekki alveg kannski svona svakalega. Eina sem ég saknaði eitthvað svona aðeins eftir að bara hafa lesið þessa punkta er að þú veist, kannski ég hef vilja fá meira sens fyrir að þið væru óvinnar á vellum og síðan hefðu svona dottið í að vera ástæðan. Það hefði verið geðveikt bara upp á líka ástæðsöguna. Já, að það væri aðeins meira svona einmitt. Nei, því að ég líka, sko, ég held að bara þetta er ekki hægt. Þú veist, í svona brútal keppsítur og til anstæðingar, sko. Þannig að það hefði verið mjög gaman að einmitt sjá meira kafa á því það, sko. Þetta er sjá fyrir, sko, Mike Tyson og Holyfield, þeir eru aldrei verið par, Tyson bara beita á honum eira í hringum, sko. Einmitt, sem er kannski eitthvað svona og fóru svo ekki að kela eftir það, sko. Hvað veit maður? Já, jú, ok. En sko, en hann hérna Connor, sem að leikur. En ég ætla að, bara að því þú varst að lesa þetta, þetta er alveg, mér finnst þetta alveg valið upp á einmitt þetta svona rævalrí að gera, en og líka sko að því að einmitt hafandi farið á hockeyleik þeir eru stundum bara liggu við í slag þannig að það vantaði kannski, þetta er, ég skal alveg hérna gangast því, en ég saknaði þess ekki skilur í þáttunum, en mér finnst þetta alveg valið punktur, en þetta var ekki eitthvað sem ég var eitthvað, ég vildi að þeir hefðu slegist með. Og mjög langar til að gefa sérstakt svona shoutout á lokaþáttin. Það sem þeir einhvern veginn fá loksins tíma fyrir sjálf sig fyrir Geir Tóti og áhörundu sem hafa kannski bara þetta er ekkert svo þeir bara komast út í bústað I'm coming to the cottage er æðislega svo fallegt og svo skemmtilegur og þegar maður svona allt einu fyrir að sjá ástina umhyggana en já, nei, algjörlega, þetta er bara frábær lokáttur og ég sem bara svona hjarta, það er alltaf svolítið gaman líka þegar hjarta er bara svona glatt. Sko ég held einhvern veginn að þegar núna er þetta inn á HBO Max og við sem nördar hér eins og Tóti, ég held að þetta getur orðið einhvern veginn bara, þú veist, þetta er hann einn maður sem er að gera þess að þetta sem er með hann að sitt eigi framlýstu fyrirtæki sem hann ekki hættir, Crave sem er frá Canada. Ég held sko í alveg bara HBO geti bara þetta verður bara næsta sprengjan hjá HBO sko. Já, svo ger ég nú ráð fyrir að þessi bókaflokkur Game Changers sé svolítið vinsæll, það er búið að plæja kannski svolítið akurinn sko. Absolutt. Þannig að nóg að sögu framöndan. Og ég
kíkti sko inn á Storytel sko og það raðar þetta sér í efstu sætin sko yfir vinsælustu ensku. Gaman. Það er svo hérna Frida McFadden hérna sem skrifaði helvíti svona Housemate í efstu sætinu en svo er sko Heated Rivalry sem er bók nr. 2 í öðru sæti og svo bara er það hérna bara í 4., 5. og 7. Ég sá einmitt líka eitthvað svona að því að þú veist það er bækurnar nutu ykkur að vinsælda svo var eitthvað svona hún Veika Parkinson, hún hérna sem skrifa bækurnar og var komin í eitthvað svona pínu fjárhagskrísu og núna bara einhvern veginn bara átti efna á einhverjum frábærum lyfjum og það er bara svona alls konar ótrúlega gott sem þessi þættir verið að sleiða af sér og ég held líka bara þú veist í nafni fjölbreytileika svo bara fjölbreyts afþreyingar efnis og sýnileika og annað og þetta bara ótrúlega jákvætt og bara ótrúlega einhvern veginn entertaining líka og skiptir máli þú veist það er þessi sýnileiki algjörlega, þetta skiptir ótrúlega miklu máli og það er líka bara ótrúlega gaman að svona þættir njóti vinsælda á bara svona pínu erfiðum tímum skiljiði mig Já, bara inn í miðju bakslæginu þá er þetta bara skiptir þetta bara miklu máli sko. og einmitt þetta örugglega þú veist nær vel til ungs fólks þú veist og bara örgla fólks á öllum aldri og hérna þessi svolítið einföldin að tala bara um þetta sem eitthvað svona húðsmæðra klám sko, af því að þetta er bara þetta eru ástasögur sem að maður verður svolítið hugfangin af og þetta er alveg frábærir leikarar bara hann ég held að hann verði ykkur sko í alvörunni bara ég væri til að tala um það bara í 50 mínútur bara viðbútt hvað hann verður stór held ég algjörlega, bara hlökkum til og hann er náttúrulega orðin væral fyrir að dansa við hann Like a Prayer með Madonna á samfélagsmiðlum, það er geggja flott og hann var í 5 leikum og svo er líka eitthvað svona hann var í 5 leikum og svo náttúrulega, það er líka ótrúlega fyndi nefnitt nákvæmlega, þá er hann með grunninn svo bara er hann allt önnur típa hann tala miklu meira svona einhvern veginn, þegar þú veist hann er að tala á ensku hvernig er hann er frá Texas hann er frá Texas þannig að þú veist, þetta verður allt annar það er líka svolítið skemmtilegt að hann eigi bara karakter og svo er hann bara allt önnur manneskja í hérna raunverulegu lífi frábært en svo er náttúrulega fyrst mér áhört líka hvernig þetta þá verður spunni áfram sástu ég syngi við þessar skáldsögur þegar fyrsta bókin, Game Changer, hún er með fókusin á hérna djúsamannin og hérna hann Scott og við hvað hann sætur og þið vitið að þeir eru Connor og Scott eru apparently par í alvöru lífi að hittast það þeir eru eitthvað að deyta, hafa sést eitthvað svona leiðast og ferðast og það er doldið flott par en svo er sko bók nr. 2 heitir Heated Rivalry og þar eru the fan favorites þar eru Hollander og Rosanna og það kom alveg svolítið svona, þú veist, þeir voru alltaf saman eitthvað svona móti hverjum í myndatökum og öðru, þú veist, þeir voru alveg svona augljóslega stjörnunar þú veist, og svona að þau náttúrulega báðir svona fyrirliðar einmitt, hvernig fannst þau foreldrar hans, Kanadamannsins hvernig fannst þau þau? Mér fannst þau bara þú veist, mér fannst hún algjör svona dance mom eða þannig, þú veist, hún var svona algjör einhvern veginn eins og suma mömmur eru ég var í dansi í gamla dag og hún var svona alveg þannig með puttan í öllu og bara þú þarfst að vera í þessu og passa upp á þetta og hitt og pappin svona eins og meira svona ég var svo glaður bara að sjá hann sko þetta er Dylan Walls, hann lék Anna Lítalæknin í Nipdögg sko og ég bara, yes, eitt sem ég þekki þessi, hann var flott og þú veist, mér fannst þau bara einhvern veginn líka alveg skemmtileg kemistri á hérna milli þú veist, þeir eru all Tveir á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum tveggja á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfum að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun er með skoðunastöðar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur. Þegar maður var svona, þú veist, lokaðinu bara að hugsa hvernig, þú veist, hvernig þetta myndi að fara og svona og maður fyrst svona, býtu, hvað er að? Skilur, hvað er að? Svo einhvern veginn, svo settlaðist það og... Einmitt, algjörlega. Heyrðu, geggjað að fá þig, Dóra. Ótrúlega gaman að hitta ykkur strákar. Nei, ekkert endilega, ég bara vil ekki geggjað að fá þig, Dóra, bye. Ég ætla að bara koma í að sko, ég er samt, þú veist, ég er búin að þurfa að konfronta sjálf mig sko, að því ég á svo erfitt með að horfa á þetta sko. Já. Og ég bara þvertek fyrir þessi homofób sko. Já. En samt ég hef ekki séð Brokeback Mountain. Nei. Og svona, ég held að svona undir meðvitinu þá er ég alltaf að sneina hjá homamyndum. Einmitt. Þetta er á tímabili sko löngu þannig að svo hugmyndu að konum fyrir að ég var alkoholisti. Já.
þá ég horfði ekki á alkohólistamyndir Anna sem var konin mér þá vildi að horfa á Clean and Sober með Michael Keaton og 28 Days Weeks Later með Months eitthvað Weeks og ég bara alltaf ég get ekki séð þetta og vil ekki horfa á þetta það var 10 ára setna ég var algi sem var á flótt undan þannig að kannski ég bara hommi já, hvað veit maður, það alltaf ímislegt lífið stöðut að koma á óvart og svo líka bara einmitt gott stundum að augra sér með ykkur nýju áhorfi af því að líka bara, þú veist, ég veit þú talar mjög grafíska senur en þú veist hversu margar, ég var bara á þarna Margot Robbie myndin í gær, skilurðu Wuthering Heights Wuthering Heights, þú veist, það svona 7000 kynlífsadri í henni skilurðu, maður alltaf að sjá gagginn eitt, ég held bara í alvörinu að maður taki ekki eins mikið eftir því hversu mörg bara gagnkynja kynlífsadri maður hefur séð í afþreyingar í gegnum tíðina það er þannig að ég eiginlega séð ekki og eiginlega svona út bara sleppa þessu bara og svo kemur eitthvað svona sem hristir svona upp í og þess vegna held ég líka bara þetta er bara þetta er nýtt, þetta er ferskt þetta er æðislegt og hárréttum tíma það var bara þörf á þessum þáttum þess vegna eiginlega svona vinsælir held ég Hvíta húsið ekkert búið að senda neina tilkynningu frá sér eða statementum nei, þau hafa ekki svo ég viti ég var einmitt að pæla í því, ætliði fara eitthvað en nei, ég finnst einhvern veginn svona maður allavega þú veist, kannski líka bara minn algoritmi en eina sem maður sér bara eitthvað alveg óbúslega jákvætt jákvæðni, mín jákvæðnisbúbla á Instagram mjög mikilvægt, það er svo gott að fá þetta Dóra svo gaman að vera með ykkur, elskurna mínar þú ert bara eitt besti vinnur þáttana þið eru bara líka þátturinn er einn af mínum bestu vinnum það ekki það við kannski bara pásum á meðan að þú yfirgefur okkur og svo komum við aftur eftir smá hlustendur náttúrulega heyr ekki neitt á milli Dóra, eitthvað þú vilt segja við hlustendur bara ást og friður já, þá hún farin þessi elska þetta voru fárlega djúpar umræður já, Dóra Júlía náttúrulega með þetta alltaf hreinu en við gáttum náttúrulega ekki haldið einn lengi þegar maður fær svona superstar nákvæmlega, það er næsta verkefni þetta eru bara þetta sýnir kannski bræminn þetta eru þættir einhvern veginn núlíðandi stundar já, ok það er ekki dýp jú, bara samt ég náttúrulega vissi ekki af þessum þáttum fyrir að þú nefndir á við mig og svo að ég þess að sjá þetta væri svo geggjað þannig að væntingastjórninni var náttúrulega alveg út í móa því ég bara svona svo heyri ég ykkur tala svona ok, þetta er örugglega gott stöð en ég er bara búin að þurfa ég er búin að vera hnefanum bara að dragast í gegnum ég góðu vinnu þáttanir sem sendi mér skilabóð með punktur hann var búin að liggja í svo alveg bara en ég kalla hann þá góðan ef hann hefur klárað þetta ég held að hann hefur klárað en hann var ekki nógu ánægð með þetta engan veginn en ég meina þetta er það sem er svo fallegt að fólk er með mismöndi skoðanir en bara svona halda þetta haga hann sagði þetta er versta sjónvarpssería sögunar það er bara þannig hockeyleikmenn það sem ekki er tengt hockey skiptum máli það er bara MacGuffin án þess að fara í eitthvað svona kynja eitthvað tvíhyggju eitthvað svoleiðis mér finnst þetta bara að vera stelpu þáttur gælu þáttur og þú veist stundum ekki, þú veist ég segi svona ég fíla hana þátt í bótt en svona ég veit ekki mjög margir strákar sem ég þekki þú, minn maður fíla þetta ekki, þú veist, þetta eru vísbendingar já, þetta er náttúrulega algjörlega, það er bara eins og það er minna að konur fara á allar staðamyndir og þessi aðeinslega káta nákvæmlega og sjálfst er líka undirliggjandi bara svona dulin homofóbía við það kannski ég samt held að það sé ekki við mig en samt hef ég ekki séð Brokeback Mountain þetta minnum á þessi umræða þú veist þetta minnum á, ertu búin að horfa á þessu norsku þetta á RÚV sem allir er að tala Ölhundin Berit hvernig fannst þér? Þetta er bara frábært staf þrír þættir þeir miklu meira groundbreaking og inn í umræðina og á réttum tíma heldur en Heated Rivalry þrír þættir fjórir þættir já, mjög skemmtilegur nettröll við kannski spoilum engu og spillum engu en
bara norskt, þetta norski þetta sýndar að getur fundið í sarpinum hjá RÚV, þetta frít Já, ég held að sjá þetta sko, bara Gunnar Smári lagði alveg vel skipa rauðaborð undir þetta á samstöðinni Í alveg? Mjög hressar umræður Holy shit Frosti Loga og Helga Arnardóttir Nei, í alveg? Frosti Loga og Helga Arnardóttir? Já, og það voru fleiri þetta var alveg fít, bara vel mannaður panel sko Ok, er það seint fyrir okkur að gera hvað við þetta? Nei, bara Gunnar Smára bara Gunnar Smára og Frosti Loga? Já, akkurat Galið, já, það er hljómaður Nei, þetta er svona, ég væntalega tikkar þetta á sarpinum, ég hugsa sko að fólk hafi ekkert verið að stökkva á þetta strax á RÚV, þetta er svona, það er allt fráhrindandi við þetta, það er astnalegt pósterið og svo einhvern veginn svona Svo þetta fer bara beint á sarpin, þetta var sýnt í janúar á RÚV, það sem sýnt í janúar RÚV, það er náttúrulega ekki Minnum mér dönsku kona, ég var nú alveg allt til mjög aðstæðalega fínt sko. Já, en þetta er svona held ég að ná momentum núna þegar fólk átt að sjá bara sko hvað er þarna í gangi ógeðslega velgert, marglaga og allt það og svo náttúrulega þessi hvað kallar hann netnýðingur eða tröll hann var svo ég var svona spákvort að hann hefði kjátt öðrum með nikni bara sko norskur masculinity eða eitthvað Gunnar Smári var nú búin að stela þessum brandar fram mér ég hugsa þetta strax og ég byrja að horfa á þetta en hann nefndi þetta að hann verði svolítið líkur Nordic masculinity í útlæti sko. Er þetta svona norræn kallmennska? Já, einmitt norsk kallmennska þetta eru geggjaðir Þetta er hrikalega gott, þetta er svona þetta er með rauðu merki þannig að þið hlustundir þetta getur orðið smá dark en þetta er rosalega svona mikil samfélagslega ádela Já, og samt einmitt líka eins og smá Dóri-Jóli var að tala um sko vonin, það er rosalega mikil von í þessu og það er engin alvondur og engin algóður heldur sko. eins og í veruleikanum Já, kannski svolítið svoleiðis sko. Já, heyrðu, ég þarf að slökka á einu mæknum Jesus Christ En já, ég ætla hann bara svona því sem haldið laga þá var Dóri-Jóli fyrst hjá okkur í þætti #56 sem var í tilefna 30 ára afmæli Pulp Fiction Frábæður Já, og svo kom hún aftur skömmu síðar í #69 og það var Monsters Menendez bræður Já, alveg rétt, já Það var líka frábæður Það var mjög gott, sko Heyrðu, já, en þetta var ágætt en já við höfum alltaf ekki búin að adressa fílinn í herberginu það var messufall í síðustu viku hann var engin þáttur það flæddi yfir mig flóð skilabóða sem fólk bara spyrja hvað var að gerast ég var svo veikur fekk bara einhverja pest ég held að vera dáin sko ég hringdi þig, sendiði nokkuð skilabóða spyrja hvort þú væri að lífi ég var fann að íhuga að senda koninni skilabóð sko en svo hugsaði ég svona en hvað kannski eru þau kannski er eitthvað vont á milli þeirra núna þá verði ég að vera svona sína ég er í liði með Tóta nei, menna þú ert náttúrulega getur verið öllu búinn, menna ég er náttúrulega farið í hjartastopp sko og ég hugsaði bara, nú er hann á hjartadildinni eða eitthvað nei, ég fekk bara að senda heim á leikskólanum bara einhverja furðulega svæsnapest ég gjorde svona veikur bara, ég veit ekki síðan hvenær ég var held í bara 2-3 sólarhringa basically í kóma sko það er hann við og gæti ekki hugsa hálfa hugsunum bara sko fylla með verkefliðum bara alveg, þetta var rosalega og ég er ekki ennþá bara hálf slappur þurftir ekki að vera til læknis nei, það hljómar eitthvað svo ótrúlega fara í byrðina ég er allavega held ég að skriða tilbaka ok er það svo en Tóti, ef þú deyr þá má ég halda áfram með þáttin þú verður að gera það þú verður bara að finna þér annan finna mér eitthvað annan ég geti líka verið með svona private show sko, tveir tóknum Oddur og Tóti er ekki líka hér getur líka reynd að upplóta mér bara í chat GPT og það er kjaftina með þér sko. það er reynd að fárlega fínt já, það var líka gaman að því að þú fyrst vilt að skila búum greinilega sem var að leita þættinum og svo gaman að segja frá því að þættinum barst bréf þar sem að var kvartaði meintu og þráláttu og þrúandi Trump-hatri okkar Já, mjög mörg bréf, við fengum allan
eitt tölupóst, já, einmitt, við fengum eitt bréf, ummæli líka Spotify, fólki fara að skrifa ummæli á Spotify, það er mjög skemmtilegt og bara hvetjum hlustendur til að halda því áfram og fara í topp. Og allir að skamma okkur fyrir Trump-hatur? Já, við fengum 2 kommentum það sko, en ég meina Trump-hatur, ég meina Nei, sko, ok. Við vorum að tala um Melania Trump sig. Já, þetta er náttúrulega lykillinn að því sko að vera heyrður og séður, þar að hérna stuða það er að stuða sko. ok, ég sem að held að við ætlum að beðast afsökunar og jafnvel svona ítrekka það að Tveir á tóknu væri svona reglívar podcast, þetta er fyrir alla þetta er fyrir alla, hvort sem þú segir allir eða öll, þá ertu velkomin. Já, ég ætla nú ekki að ganga alveg svo langt en ég ætla að teka þetta til mín sko, ég held að þú sér nú búin að vera svona, þú ert nú penni yfirlega. Já, ég er búin að reyna svona, þú veist, þetta er reglívar hlaðvarp, það er allir velkonir undir reglífuna. Já, það er ekki öllum frjálst að hætta að hlusta ef að Trump-taugin er svona viðkvæm sko, en mér finnst alltaf þurfa að taka fram að þetta hötum við ekki nokkra manneski sko. Nei, alls ekki. En Bandaríkin eru hins vegar sko brennidepill umfjöldunarefna okkar og því var alltaf hægt að loka alveg augunum fyrir því að forseti þeirra er senil trúður á einræðisherra róinu, þannig að sorry. Og við einhvern veginn dettum oft í, eins og bara í mjög mörgum podcastum, þá dettum einhvern veginn í þetta menningastríð sem er oft í gangi, það sem hefur að ræða woke og anti-woke og svo framvegis, en eins og kemur til dæmis fram í Ölhundin Berit, þá er þarna raunveruleiki þarna úti sem er ekki á netinu, sem er það sem allir, það sem er miklu skemmtilega að tala um fólk og það er ekki allir að rífast í einhvern skotgröfum eins og á þessum samfélagsmiðlum sko. Þannig að það er alveg það sem ég lifi sko. Ég nenni, því maður er náttúrulega alltaf í vinnunni í tölvunni, skilur, og ég er chronically online í vinnunni, þannig að utan vinnunar þá vil ég helst bara snerta gras meni grænt gras, venlegt gras, ekki þetta sem hún reykir og hérna lifa lífunu sko. En bíó sjónvarp eða ef að ræða það að ég er að fara að krefjast þess að við tökum Night of the Seven Kingdoms í sérþætti í næstu viku. Þá kemur síðasti þátturinn, 7. Þetta er að slá í gegn. Síðasti þátturinn er með 9,9 IMDb. Það er allir að tala um. Já, ég veit að ég vissi bara ekki að þú þurftir að krefjast þess. Ég held að það var bara svo borðleggjandi sko. Sko, Stefán Pettersson er búin að liggja á mér sko, með upplýsingum. Ég held að við verðum mögulega að hóa í hann sko. Samuel Karl Ólafsson, blaðamaður að vísi, hann talaði um að hann væri ekkert svo hrifinn á sig eins og mjög margir aðrir. Getur tilefni til að fá hann líka. Já. Svo ef að Dóra mín væri laus þá væri það náttúrulega hún best í því, hún veit svo mikið um þetta. Já, en þetta er bara alveg ógeðslega góðið þættir. Þetta er frábært og þessi, næst síðasti þáttur var náttúrulega bara geggjað. Það sem mér svo sturdaðist þætti, veistu hvað, síðasti þáttur sem við erum að tala um var langur sem er 9,9 IMDb, 35 minútur. Þetta er bara svo fullkomað þegar, þú veist, annað sem við vorum að tala við Bigga Olges hérna fyrir nokkrum þáttum síðan, Stranger Things, sem var gefið út í 3 svona bunkum, endalaust af mínútum, en ekkert sem kemur fram í þáttunum, líka við, sko. Þarna er bara þveröfugt, sko, þarna er bara hver mínúta nýtt, bara persónusköpun og hún á persónusköpun, þú veist, þetta er bara leikararnir frábærir og svo er þetta bara allt umgjörð og allt setting, þetta var rosalega og einhvern veginn þessum næst síðasta þætti, þú bara fannst sko bara miðalda skýta náfíluna bara einhvern veginn bara leka af skjánum sko. Og bara hjartað einhvern veginn í þessu þáttu, þetta er alveg ok, við spörum okkur fyrir næstu viku þegar síðast þetta kemur og við verum með panel við fengum nú áskorun inn á tófólki frá Vali Grettisinni að vera með nákvæmlega svona einhvern panel og að tala um þetta. Já, það er bara að kaupa fleiri mikrofóna bara. Heyrðu, en aðal stóra fréttin í síðustu viku er náttúrulega Robert Duvall bara tók við að deyja 95 ára gammal. Þetta er einmitt annar ángið af þessu hlaðarpi, við erum oft í svona minningagreinum. Já, þetta er náttúrulega hann átti er svo alltaf svona látlaus og hægveskur hóvarleikari en algjör giant sko, ógeðslega langur og flottur ferill sem maðurinn á. Var hann bestur í Godfather? Já, ég finnst það ekki hægt að negla frá þessu niður. Jakob Bjarnar náttúrulega þannig að kommenta á Facebook hjá mér fyrir einhvern toppfólki að það væri bara Tom Hagen consiglieri en Stone Corleone, hann væri bara toppurinn. En hann er, ég haldi alltaf óbúslega mikið upp á hann og minni sérstaklega alltaf á míniserina Lonesome Dove 4 þátta vestri sem kom 89. Já, ok. Stöð 2 sýndi þetta svo örglega, ég held ég að hann verið komin, ég held ég að verið með unga barn á handlegg, hann að það hefur verið 92-3 sem að þetta verið í sjónvarpi hér, geggjað sko.
það eru Tommy Lee Jones og Danny Glover og það eru bara legi á leikurum og hann skikkir á alla sko. Lonesome Dove ok, ég ætla að horfa á þetta svona myndir sem myndir bara svona þú veist, núna bara fyrir hlustendur sem að velta fyrir sig, bara Robert Duvall bara hvað ætti ég að horfa ef mér langar til að sjá hvað hann hefur að geima sem leikari maður gerir náttúrulega á fyrir allir hafi séð The Godfather 1 og 2 og Apocalypse Now, hann náttúrulega smá hlutverk I love the smell of napalm in the morning er náttúrulega bara legendary en sko ég var taldi nú eitthvað upp hvað mig var það sko hann fyrsta kvikmyndahlutverki hans er í To Kill a Mockingbird hann segir ekki neitt en þetta er bara legendary innkoma það er ekkert eðlilega gömul mynd nei. Og svo er hann í The Eagle Has Landed, True Confessions á móti De Niro og svona Tender Mercies sem hann fekk Oscarinn fyrir og The Lightship líka, hann var nú ekki sérstaklega góð ég sá hann í bíó og ég ekki bíóhúsið, það er sambíó hann kefti nýja bíó og breytti í svona arthouse cinema sko Tótið minn, þetta er fyrir minni tíð sko ég veit ekkert hvað þú ert að tala sko og svo Colors Dennis Hopper leikstýr þeirri mynd þar er hann löggupartner og Sean Penn er ungi gæinn sko okay. Svo náttúrulega var hann löggan í Falling Down eldast við Michael Douglas snar geðbilaðan gekk á köflunum í lífskaflöfinu og The Paper þar er hann reitstjóri á dagblæði sem Michael Keaton er stjörnum blaðamærin blaðamönnum finnst alltaf gaman að horfa á blaðamannamyndir sko The Paper Svo var hann í Sling Blade með Billy Bob Thornton og svo var ég getur líka ef við viljum eitthvað hafa þetta létt hann var í Deep Impact það var ekki Morgan Freeman fórstitt bandaríkjana þar sem hann kemur lofstinn og tortið með jörðinni The Sixth Day með Arnold Schwarzenegger þetta er bara aldrei veika mig síðast en ekki síst náttúrulega The Apostle sem að þetta var drauma pet project hans það tók hann 13 ára að koma því á koppinn og hann fjármagnaði hann að skrifa hann að leikstýrinni léka aðhlutverkið og krækti sér í Óskarstilnefningu þar og var þar sko með okkar bara uppáhaldsmann Walton Goggins okay. og það er rosalega fallegt hvernig Walton Goggins hefur minnst hans á samfélagsmiðlum þetta var ekki hann var bara pólstjarnarnas, hetjan hans og þeir eru vinir eftir að hafa gert Apostle 1997 og það hélt bara til síðasta dags Þetta er fallegt Þetta er ótrúlega fallegt mér langar að tjekka á verður ekki einlega að byrta lista inn á toppfólkið fyrir okkur sem erum svona ekki eins sjó og þú og munum ekki eftir nýja bíó bíóhúsinu það var nýja bíó já, var nýja bíó, já, einmitt svo var það aftur nýja bíó það var en það er að nóg að taka og bara, já, hann svona ótrúlega einhvern veginn góðu leikari sko og alveg, hann er einn af þessu leikurinn sem getur verið í alveg svona miðlungsdjöngmynd og einhvern veginn lyftir öllu upp sko og rosalega góður í vesturum með þessi Open Range, það er Kevin Costner vestri já, ok, Open Range helvíti skemmtileg mynd og að ég er nú svo mikið lítið fyrir Kevin Costner að ég Duvall hafi eiginlega bara nelt þetta sko, alla leið sko þú verður að byrta að lista ég skal byrta að lista þannig að maður sé með þetta alveg á lás sem ég langar svolítið að fara að sökka mér í hann núna sko og þú veist, ég er bara svo miklar þetta minnum að við erum svo oft að tala leikara sem er að deyja þeir eru að taka þessu deyja í kippum sko já, þeir eru að deyja svolítið mikið í kippum og mér finnst það vera svolítið svona já, ég er smá áhyggjur að þetta verði mjög margir sem að við þekkjum og elskum að deyja já, það er bara það er rosalega margir sem hafa fyllt manni í gegnum lífið komnir á tíma náttúrulega við erum alltaf komnir þangað að þú heldur að ég sé dauður heyrðu, en að öðru leiti glápið, ég er náttúrulega sko að missa út svona viku er náttúrulega alveg ferlegt, ég verð sko alveg lengi að ná áttum er það ekki það? Þannig að ég til dæmis komst ekki í bíó með þessum daginn já, þú komst ekki með mér á Crime 101 nei, þá var ég algjörlega átt sko helviti bara solid við erum að tala um hverju eru við að tala um? Við erum að tala um Chris Hemsworth
og Mark Ruffalo Barry Cohen, Mark Ruffalo sem er bara einn af mínum uppáhaldsleikurum og Halle Berry náttúrulega, Nick Nolte ég hugsa eiginlega mest í því hann er orðin ekkert eðlilega gamall hann gæti fara að deyja hann er orðin 85 ára gamall, hann fer alveg að fara einmitt hann var líka alveg rosalega svona skrautlega suksögu sko. hann er svona eiginlega Keith Richards bíóbransan á fála myndalur sko. en þetta er svona þú veist, Chris Hemsworth leikur svona glæpamann, svona þjóf sem er rosalega góður í svona alveg fullkonum glæmum, eða þú veist, fullkonum ránum, hæst og þetta hljómar rosalega vel á pappír hún er svolítið svona smá slow burn smá svona grounded mér fannst hún ég segi þetta eiginlega bara í hverju minnstætti en ég ætla bara að halda það áfram, mér fannst hún fullöng en mér fannst hún alveg skemmtileg hún hélt manni mestan partinn og það var svona smá gott twist að lokum, þannig að þú veist það má alveg 100% mæla með henni, ég prófaði nýja Luxusalinn á Smárabíó það var helviti gaman helviti fínt sko þannig að búið að stækka þetta bíó komin hann heil eiga með einhverjum nýjum sölum sem ég hef reyndar aldrei farið í þannig að núna er svona 8 salir í þessu bíó þannig að við fögnum því en hún er alltaf rosalega vel mönn ég hef séð alveg rosalega mikið gott hana hún er sko ekki gallalaus en samt alveg frábært innlegg í svona krimma flóruna sko. já, algjörlega annars er maður alveg bara búin að vera þú veist, horfa á bara TV eitthvað sko. ég er alltaf náttúrulega alveg pikkfastur Industry, Kit Harington ég er komin í 3. seri Kit Harington er mættur, Jon Snow sjálfur þetta verður alltaf betra og betra sko. þetta svona finnur sig í þessu eitthvað þetta eru svona ungi krakkar í fjármála heiminum ég er búin að segja frá þessu svo oft hérna núna en svo er ég bara algjörlega, ég er búin að vera bara á HBO Max bara þessi streymis þetta er búin að eiga mig það er bara, svo sem góðu staður að vera á sko. hún er búin að algjörlega eiga mig og ég bara þú veist, Netflix, það er þú að horfa á Netflix? Það er enda núna Drive to Survive að koma, ég elska það 27. februar hver? Drive to Survive, þetta er svona Formule 1 þættir. Svo er að koma þriðja sería af hvað heitir ekki Night Agent eitthvað, svona létt svona eitthvað spæjara þessar ég hef alveg fílað hérna 2 en við hefum náttúrulega verið að tala um þetta með Netflix og ég er ekki bara búin að vera að glíma við þessa hockeyhóma heldur byrja ég líka að horfa á Netflix How to Get to Heaven from Belfast sem er sem sagt eftir sömu konu gerði garðin fræga með Derry Girls sem er nú eitthvað rosa vinsælt sko og þetta er 91% á Rotten og 77% hjá audience, Empire gefur 3 stjörnur 8 þættir held ég þurfti að beita mig líka hörðu, ég kláraði þetta en ég var alveg sko, það var eitthvað þarna þetta var svo ógeðslega chaotic 3 vinkonur eitthvað að reyna að komast að hvort að 4. sé dauð sko þetta dansaði svona á milli þess að vera bara X-Files-þáttur, hryllingur eitthvað gaman, spenna og bara ég var alveg ég er búin að vera að missa vitið upp úr þessum veikindum að reyna að horfa á Heated Rivalry og How to Get to Heaven from Belfast það hljómar reyngilega ég horfði eina mynd, hugsaði til þín ég var ekki búin að sjá henni mörg ár sá henni þegar ég var lítill holy shit, Overboard wow, Goldie Hawn og Kurt Russell ég var næstu búin að segja Jeff Bridges hvað hefur sagt en holy shit hvað er mikil andi það er svo mikil hjarta í henni tónlistin í henni, Goldie Hawn leika þessa fyrir þau sem hafa ekki séð hana sem er að hlusta Goldie Hawn leikur þessa alveg ótrúlega leiðinlegu ríka konu snopphænu ótrúlega einhvern veginn og með hári allt svona ótrúlega ómyndalega einhvern veginn svona leiðileg svo einhvern veginn dettur hún úr skipinu bátnum og rótast missi minnið og Kurt Russell sem er einstæður fæðir með 4 eða 6 krakka kvikindi hún telur henni trúm að hún sé mamman og þegar að setja henni í húsverki að þegar hann ná sér niður á henni sko, þegar hún skuldar hann pening hann er að gera það ótrúlega góð og hugljúf mynd það var vísu, ég hugsaði svona þessi myndin er líklega ekki gerð í dag það er svo margt sem er ekki gerð í dag maður notfæri sér eitthvað minnisleysi einhverja konu til þess að setja hann í einhverja vinnu ánöð heima sér sko, þetta væri illa sé í dag sko. Ég er náttúrulega ekki komist á Wuthering Heights sem hún Dóra Júlía var að nefna og Hamnet já, það er mjög forvitlega sko, hún er náttúrulega svona Oscar contender
Allir tala um bara, þú ferð ekki út af henni að það hafa grátið. Nei, mér er Gunnar Smári Egilsson var með langan status sem að hann hafði bara grátið sig, hann druknaði. Gunnar Smári er svolítið þema í þessum, við verðum ekki að fá hann. Jú, hann verður að koma ekkert. Verðum að fá hann. Nema hvað, ég hef nú sagt áður að það er allir bara opaslána með þessu mynd. Nema sko bretarnir, breska pressan held að Guardian og hann bara slátra þessu að þetta er eitthvað fiksjón, þetta er Shakespeare áttengarsson sem er Hamnet sko. Er þetta ekki svolítið eins og Shakespeare in Love sem að fekk hún ekki Óskarinn? Jú, Gwyneth Paltrow fekk Óskarinn fyrir það var rusl sko. Hvað gerðist þar? Hvað gerðist þar eiginlega? Shakespeare in Love. En sko stóra höggið fyrir þennan Hamnet er að Shakespeare sérfræðingurinn Ian McKellen er búin að lýsa yfir þetta sé bara rubbish, bara staðleysa sko, En er það ekki svolítið típist hann að því hann er svolítið íhaldsamur svona, hann er alveg bara Shakespeare sko. Ég held ekki að sé bara svona lítið vitað Shakespeare og hans líf svo sem, en ég held að Bretin er svolítið viðkomið fyrir því að sé verið að búa til eitthvað raunveruleika kringum hann sko. Einmitt, akkurat, við náttúrulega erum ekkert búin að tala það að Andrew Bretaprins sem ég var að meina í vinnuna að kalla hann Andrés, það má ekki lengur kalla hann Andrés. Nei, hann líka, hann er alltaf fyrirverandi Andrés. Hann er fyrirverandi Andrés, fyrirverandi prins. Hann var handtekinn á afmælisdaginn, 66 ára. Ég veit það. Halið. Það sko, náttúrulega Dóra sendi mér link á þessa frétt og sem ég skrifaði það? Já, ég man það ekki. Varst þú að skrifa frétt það? Já, ég skrifaði frétt það. Ég var með vaktin á Vísi í dag. Já, þú var líka afnátt. Ég tók innslag fyrir samfélagsmiðla líka tóti. Já, Allir hlusta á það. Þú líka afnátt að vera á Royal vaktinni á Vísi. Það ekki? Nei, sko, ég sendi á þetta bara, má þetta bara? Og smá bara, og svo bara þegar mér þóttum svo vænt pappans að ég bara, guðs ég lofa, foreldrar hans er ekki hér til að sjá þetta. Aðalega mammans elska hann sko. Já, ég held svo på Filippu sko, ég hef fundið til með kallinum sko. En þetta er líka samt svo fyndið sko, hann allir mér skilst að hann sé bara með sko 3 manneskjur í staffinu sínu núna sko. Og hann er 66 ára gamall, hann er að þurfa að fara til dyra í fyrsta skipti á ævinni. Hann er aldrei þurft að snerta hurða hún eða gera og það er bara real life kemur bara eins og sko bara hraðflutningalest og klessir hann niður sko, bara handtekinn Þetta er ótrúlegt En sérst fyrir hlustendur sem eru koma fjöllum, þá var hann handtekinn vegna þess að hann er grunaður að hafa lekið trúnaðar upplýsingum breska ríkisins þegar hann var viðskipta erindreki cirka 2010 meðal annars með ISIF Já, það var ekki nýbúin að hitta Óla Ragnar og þá hleypur hann og bladrar öllu. Það var eitthvað svoleiðis sko. En þetta er svona, hann var ekki handtekinn út af pervertisma og pervertisma og einmitt, akkurat. Nei. En býtu ég er áhorfsmáli mín, það sem ég er að horfa á. Ég er bara, sko, industry, þetta er svo típiskur HBO þáttur, þetta er svona ungt fólk, alltaf eitilum, alltaf að drekka, alltaf að lifa on the edge, einhvern veginn, í vinnunni. Og þú veist alltaf svo hjá þú þekkir þetta svona alvöru HBO dæmi bara eins og er alltaf í HBO eins og er alltaf í HBO við erum komin í 51 mínútu þannig að við getum kannski fara að slúta þessu whenever en okkur leikur ekkert á en ég er eiginlega bara fastur í þessu ég er alltaf að bíða eftir að koma eitthvað þú veist og svo er náttúrulega Night of the Seven Kingdoms svo er náttúrulega House of the Dragon trailer var að droppa í dag lítur vel út, þetta kemur í júni en The Mandalorian and Grogu hvernig lítur hann Christ, sko, ég veit ekki þú veist, við höfum átt að tala um þetta hér ekki vera heitar og nýtt starfsönni en þarna er ég bara svona, gæti þetta ekki bara verið sjónvarserja þurftið að búa til bíómynd ég veit ekki, svo getum alltaf maður má passa sig á trailerunum stundum úr þessari átt, sko, þeir geta verið svolítið svona afvegaleiðandi, sko en ég held að þetta geta alveg verið gaman en þetta held ég ekkit sem að það er enginn að fara að vera kannski blown away, sko Nei, ég skil ekki alveg pælinguna þú veist, að vera, semst, hafa ekki búið til Star-Wars-mynd í mörg ár og svo þurfum alltaf loksins að gera Star-Wars-mynd að gefa þessa Star-Wars-mynd ég veit alveg að börn elska Grogu og þetta mun líklega sporga sig og það er einhverju mann með Excel-skjöl sem er bara búin að benda það að þetta muni halinteikjum en þú veist, ég hefði viljað eitthvað svona stærri sögu, eitthvað meira svona groundbreaking en þú veist, maður er náttúrulega eins og við höfum talað maður á í svo gölnu sambandi við Star Wars þannig að þetta ekki líka bara það eru svo langt síðan að koma síðast bíómynd og sko 2-3 verkefni bara búin að fara bara í klósetti sko og það er bara þurft að bara Favreau,
Tegir ekki bara á Mandalorian hérna sísoni upp í bíó einmitt, það því mannstu þeir ætlaðu að fara að gera svona origin sögur og ætlaðu að gera Boba Fett og gera svo eitthvað þætti sem voru alveg hörmulegir en þú veist, ég hef frekar hort á eitthvað Jóta mynd heldur en þetta sko. Skilur, bara eitthvað en þú veist, ég veit eina alvöru bara bannaði bönnum veitir mynd en eitthvað framundan sem að koma í sjón eða svo náttúrulega Love Island All Stars ég eftir að þetta alveg í það Nei, það náttúrulega alveg sko geggjað framundan og í gangi en hérna sko, þá ég hef nú ekki getað að sé mikið bíó, þá var ég búin að sjá Nuremberg það sem Russell Crowe bara trommar upp sem German Höring Er hann góður? Hann góður, já, ég held að með ég segja það, hann sé góður sko og svo eru þarna Michael Shannon og það eru einhverjum meistarar þarna með honum veikilekkurinn eiginlega Rami Malek já, ok Það ekki, hann leikur sér satt sko sálfræðingin sem svona fenginn til þess að athuga hversu klikkaður Göring sko og hann hérna að því ég náttúrulega, þú veist að trailerum að dæma þá lítur, mér finnst þetta, hann líti ekkit sérlega vel út Russell Crowe sko sem Hermann Göring leina á sig sko ok, gæðt sko, líka hann nær allavega narsísíska psykopata sko og þetta alltaf ógeðslega flott og vel ekkið en hérna kannski svolítið svona safe allt saman við vitum náttúrulega alveg hvað gekk á hérna í Nürnberg og hvernig þetta fór allt saman sko það ekkert mikil svona spennufaktor hvort að Göring hitti The Hangman eða ekki sko núna langar mér nefnilega sko mér langar rosalega mikið að sjá Secret Agent brasilísku myndina já, hún alltaf gegn þú ert búin að sjá hana ég hef eftir að sjá hana, ég þarf að finna góðan tíma bíópartís, já svo random sýningatíma alltaf í bíópartís svolítið skrítið það er alltaf svona einn daginn er klukkan 2 einn daginn er klukkan 2 annar klukkan 5, annar klukkan 8 hinn klukkan 9 þú veist, það verður að setja eitthvað stabilitet í þetta en það er svona áhugavert að þessi gaur sem að Malek leikur sko, hann skrifaði bók eftir að átt þessi samtölu og var að við því að sko, þetta getur nú endurtekið sig sko það er náttúrulega, hún kallar svolítið skemmtilega á við samtíman sko en hann hlustaði enginn á hann og hann draf sig og notaði sömu aðferð og Göring hann lumaði þarna á blásir minnum að hlustendur að sjálfsögða á Píeta samtökin jú heyrðu, ok, hérna sko Lincoln Lawyer, það var nú gott þú dóra það? Ég er búinn með það er nefnilega nákvæmlega svona þetta sem mér vantar eiginlega núna er þetta ekki svona eins og svolítið svona, þú veist þetta er svona rétt að drama með spennu og sko, þetta var hérna, ég er alltaf búin að lesa allir þessar bækur Michael Connelly er einn af mínum uppáhalds núlífandi glæpaðsagnahöfundum og mér fannst þetta vera frekar þreytt þarna í season 3 en þetta kemur back with a bang sko, þetta er gott sko ég bingeaði þetta, ég gæti ekki hægt sko tók þetta á 2 kvöldum held ég og svo er hérna season 2 af Cross Alex Cross sem að Morgan Freeman gerði Garðin frægan sem í Kiss the Girls og Long Came a Spider maður getur hort á það, ekki? Fyrsta serien var mjög góð og ég er byrjar þessi þetta er heldur sem komin í 4 þættir á Prime fer vel að stað og svo er hérna það er nú ekki í bresku sjónvarpi ég veit ekki hvar hérna Under Salt Marsh það er hún hérna úr Lonesome Dove úr hérna Yellowstone Kelly Riley, já þetta er svona það er myrt börn þetta er í Wales allir tala alveg bara eitthvað sem er skrýtnara tungumál íslenska sko og mjög svona, þetta er gloomy og drungalegt veistu hvað myndi ég horfði að gera? 2 Líðarlega vonu? Já, Líðarlega þegar að Riggs kippir sér úr axlarliðum underwater og kemur upp rennandi bótur og tekur síðar að gaurinn og smallar honum með bílhörðinni það er bara góðsakakent atriði þegar þeir hérna lifa af sprenginguna á klósettinu sko. þetta er alveg bara þetta er eitthvað besta mynd sem ég sé sko. og vondikallinn bara vondikallinn Suður Afrísku gæðnir diplomatic immunity just checking if they're standing on plastic þetta er bara þetta er og svo þessi ég gerði ekki annað í gærkvöldi en að taka þetta hérna þunglindi skítarinn bara einmitt og saxofóninn sko þetta er alveg bara þetta er ótrúlegt sko alltaf þegar Mörgóð er alveg að fá nóga þessu sko þá kemur saxin
Sjúkmynd. Fáránlega gott. Ég er mjög ánægður með þarna sem við erum með á þessu hlaðvarpi. Ég minnist þetta þegar ég fór á hann í bíó og svo morgun eftir það var ég handtekinn en það hans Varstu handtekinn? Fyrir hvað? Það skiptir ekki máli. Hefur þú sagt þessu sögur? Nei, ég ætla ekki að segja þessu sögur. Jesus, þú ætla bara rétt svo aðeins að minnast á þetta, þú hefur verið handtekinn. Já, þetta er svo merkilegur kapli í ævisögunni þegar ég afreka þess að vera yfirheyrður í Síðumúlafangilsi sem er ekki til lengur, þannig að þetta var við ekki alltaf væntum þetta. Kræst, ég þóri eiginlega að spyrja meir. Nei, þetta var nú ekki stórkostlegt sko. Nei, bara eitthvað drikju. Nei, ég var ekki byrjað að drekka. Ok. Ég byrjaði svo sent að drekka. Ok, hvað? Lamdir eitthvað í bíó? Nei, þetta kom bíómynd, það kom því ekkert við sko. Nei, ok. Svo horfði ég á Dracula A Love Tale eftir Luc Besson sem var að detti inn í þetta alveg fáránlegt sko. Þú veist, það var Nosferatu í fyrra og svo Guillermo del Toro búin að koma með Frankenstein og svo dúkar sér að sko Leon og Fifth Element leikstjórinn Luc Besson bara upp með sinn Dracula algjörlega skitsofrenisk mynd. Ég hafði svolítið gaman að þessu en þetta var samt. Hvað var þetta að koma út? Já, hún er búin að vera í umræðinu svolítið lengi en það var að frumsýna svona offísíali bara fyrir einhverjum ég ætla að vera bara snemma á þessu ári byrjun ásins. Já, ok. Og það er eitthvað tilnastað sem að maður er alltaf svolítið þreyttur á þessari grunnsögu sko allt þetta fastegna viðskipti Ég held að ég myndi ekki horfa á mynd Dracula núna þú myndi beina byssu að höfðun mér sko. En að því að þetta er Luc Besson þá kemur svolítið áhverð tvist í restina þar sem að greifin eiginlega bara breytist í John Wick sko. Það er alveg Ok Wow. Og þetta kveikti svo í mér að ég er að plana sko að týna út úr diskasafninu mínu, ég ætla að hafa svona franska kvikmyndadag og horfa á Nikita og Subway eftir Luc Besson og svo Betty Blue sem var mjög góð þegar maður sá hann í gamla dag sko. Mér varst nú myndina með Luc Besson eftir með Jason Statham, heldur góð sko. Já, Transporter, wow, hvað voru góðar geðveikar sko. Geggjaðar. Hann hefur gert maður gott þessi frakki en þetta var sérkennilegt valhjáður maður fyrir eitthvað að daðra við Dracula sko. Ok, næsta vika, það er Night of the Seven Kingdoms sér þáttur, tökum það nefið hvað erum við að fara að lofa öllum þessum gellumyndum, Hamnet, Wuthering Heights erum við að fara að lofa þessu í sér þáttur? Nei, ég veit það ekki sko, þú voru að taka með reikningina Það er eitthvað myndir að koma í bíó, það er eitthvað að fara að gerast Dune, nei, byrju, Nei, það er náttúrulega svona kannski aðeins Er eitthvað heilabilað, Dune er ekkert að koma þessu ári Nei, það er náttúrulega Jó, loka ársins Ég man ekki hvað það er sko, en það er alveg slatt á myndum í bíó núna sem ég langar að sjá Það er náttúrulega efst á blaðið Sam Raimi myndin Það er allir að tala hana Já, þetta er bara Akkur er maður ekki að sjá þetta? Ég er náttúrulega búin að vera veikur í viku sko. Jesus og þá var ég bara hálfa mánuð eftir í öllu í lífinu Já. Það er allavega bara svakalega mikið í gangi og allt að gerast og ég held að það sé gott bíó á framöndan ég bara man ekki hvað það er sko. Nei, og við erum þakklátt ykkur fyrir að hlusta, kæri hlustundur muni að hendi stjörnur það var hrikalega vel þegar var til að hendi 5 stjörnur og hendi líka following hjá okkur og íta jafnvel á bjölluna og svona aðeins þannig að þá fái tilkynningum að það er koma nýjir þættir ég hef aldrei beðið hlustundur að gera þetta tók 138 þetta fyrir mig að beðið þetta Já, ég hef aldrei, það gerist það að maður ítir á svo bjöllu Já, fáið notification þegar við, ég held að þetta inn eða íta á following sko en endilega hendi ykkur jafnvel 5 stjörnum eða þið eru í stuði og þar til næst bara, það ekki tóta Jú, sem er þá bara eftir viku Já, takk fyrir ykkur Alright Tveir á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum 2 á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfum að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun með skoðunastöðvar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur.